gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að ræða árás lögreglunnar á mótmælendur fyrir utan ríkisstjórnarfund og hingað er komið fólk sem varð fyrir þeirri árás. Hérna er Kusai Ode, Krista Hlín Lehmann, Daniel Þór Bjarnason, Lukka Sigurðardóttir, Pétur Egges og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. Ég ætla að byrja á því, Pétur, því að þú ert með myndband sem við ætlum að spila sem að þú tókst. Ég ætla að byrja þig bara að lýsa atburðunum með þínu nefi. Já, ég skal fara í gegnum þetta. Þetta er sem sagt, vídeóið sýnir upphaf árásar lögreglunnar á mótmælendur. Og fyrstu sekúndurnar, þá eru 20 sekúndur kannski síðan að mótmælendur lögðust niður og lögreglan hefði ekki hafið neinar aðgerðir. Og ef ég set vídeóið í gang núna, þá get ég talað okkur í gegnum þetta að við sjáum mjög skýrt að það liggja 5 mótmælendur í jörðinni í friðsumum gjörningi, mjög friðsumum hefðbundnum gjörningi. Aðrir mótmælendur halda sér til hliðar og eru að mynda atvikið. Lögreglan, hún mætir í aðstæðuna með piparúða á lofti. Þannig kemur hún inn til leiks. Þannig að hún hefur fengið tilmæli það að beita piparúða. Fyrstu aðgerðirnar sem lögreglan segir að séu mildar atlögur að því að draga mótmælendur af eins og við sjáum þá er verið að draga fólk á bakinu upp á kanta þar sem að það er verið að expósa viðkvæmasta part líkamanns fyrir miklu mögulega áfalli sem er ekki löglegt. Hún gerir þetta núna í tvígang, heldur áfram að miða piparbrúsanum á mótmælendur á meðan þessi umtalaði bíll sem er tómur ráðherrabíll fær að fara framhjá. Þannig að þessi gjörningur, hún tókst ekki að hindra bílinn, hann fer auðveldlega framhjá. Það eru 2 mótmælendur dregnir svona harkalega strax. Síðan getum við séð að fólki er alls ekki sama það sé verið að ganga svona harkalega mótmælendum eins og við sjáum í vídeóinu núna og fer að nálgast lögreglu með síma til að mynda ofbeldi sjálft. Hleypur hún að til að kanna hvort allt sé í lagi. Hann er ýtt niður og hún er síðan meisuð beint í andlitið þegar hún stendur upp. Þannig að það er lögreglan að díla við friðsum mótmæli. Við eigum líka vídeo og öll þessi vídeo, ég er núna að fara að gera open source GitHub repository þar sem við ætlum að trakka hvernig lögreglan hreyfir sig, hvar skipanir eru gefnar. Við sjáum að þetta er ekki bara fantar sem eru að vera kaotískir og beita sér gegn okkur. Þetta eru Þetta er skipuleg starfsemi hjá lögreglunni og þeir fá tilmæli frá óeinkennisklæddum lögreglumanni að nú skuli beita piparúða á friðsama mótmælendur. Þannig að það er einhver að reyna að kynda upp í einhverjum óeirðum Og ég vil líka taka það fram að við við þetta borð, við erum ekki vinir, við þekkjumst ekki. Ég þekki engan við þetta borð. Fattaru, mér er bara annt mannréttindi. Ég er ópólitískur, ég er hvorki vinstri maður né hægri maður. Og ég held ég tali fyrir flesta þetta er ekki pólitískt málefni sem verið að mótmæla. Þetta eru mannréttindi. Þetta er flokkspólitískt mál. Mannréttindi er náttúrulega pólitískt mál, eða ekki? Já, samskipti er pólitískt mál, tungumál er pólitískt að eðli sínu ef þú ætlar að fara þangað, en því ég tala pólitík þá tala ég þá sem að fara með embætti og vald inn á Íslandi og að þetta sé spurning að vera aðhlindur hinu eða þessu, það er ekki staðan. Þannig að þetta er upphaf mótmælana og síðan erum við náttúrulega með vídeo af öllu öðru sem að ég er búinn að senda þig og ég vona að við komum þeim á framfæri. Ef ég má kannski bæta við, þú segir upphaf mótmælana, ég myndi segja þetta væri þá frekar upphaf þessa escalation sem að fer í gang. Við skulum taka það fram að lögreglan er gerandi í því atburðarásina. Já, og það voru búin að vera mótmæli örugglega hátt í 2 klukkustundir eitthvað svoleiðis, sem að hafði bara farið mjög friðsamlega fram og fóru friðsamlega fram allan tíman. Bara líka benda á það að dómsmálaráðherra kemur strax fram og réttlætir þessar aðgerðir lögreglu og segir að þetta séu hæfileg viðbrögð í þessum aðstæðum. Vísir gefur út prinsessu viðtal við lögreglustjórann sem að tók hana Kristu og ber fyrir fram að myndavél við hliðina á barnavagni með barni í. Bara fólk þarf aðeins að vakna fyrir alvarleika málsins Þetta er ekki, við erum ekki jaðaraktivistar. Ég er bara afsakinn, ég bara hef ekki þolinmæði fyrir. Krista, geturðu lýst þessu sem hann er að segja frá? Að lögreglan hafi ráðist á þig? Já, sko, í raun og veru það sem mann náttúrulega kannski, gerist er að við tökum náttúrulega eftir að það er verið að færa fólk og við tökum eftir því að fólk er í raun og veru það er í raun og veru tekið á fólki með óhóflega sem maður sér en
En þannig að allan hjá okkur, þá svo þegar bíllinn á að fara í gegn, sem að ég heyri svo eftir á að hefði getað farið allar leiðir ef að þetta var eitthvað vandamál sem að var greinilega að verða til eða eitthvað, búið að spreyja fyrir ofan, að Það ekki að koma fram að þetta eru 2 svæði. Mhm. Þú varst að lýsa því Já, sem að gerast á gerist efra það. svæðinu og nú ert þú að lýsa því sem að gerast á Gerist í neðra Skuggasundi. Já. Þau sjá bara í fjarska hvað gerist, Já. þau sá ekkert meysið. Já, við erum sem sagt, af þeim sem eru hér, þá eru ég, Kursæ, Pétur og Lukka, við erum fyrir ofan, sem sagt, nær Þjóðleikhúsinu. Lindagötunni, það sem að Skuggasund gengur niður, rétt það sem að kassin í Þjóðleikhúsinu fyrir þá sem að ekki rata. Einmitt, þar er sem sagt grindverk sem að lögregla setur upp og svo er annar sem sagt póstur neðar í götunni og ef ég man rétt þá eru Krista og Bergþóra staddar þar og atburðarásin þar sem fer í gang þar gerist eftir að lögregla búin að beita ofbeldi þarna á Lindagötunni. Má ég samt spyrja þig, Krista, árás lögregluna á þig? Já, hún verður í raun og veru bara þegar bíllinn hefur keyrt framhjá og það sem að gerist náttúrulega er einhvern veginn að ég bara í raun og veru ýtt eða rifin til hliðar og svo í raun og veru ég bara komið meysbrúsan í andlitið og svo í framhaldi af því þegar ég náttúrulega sé ekki neitt og svo spreyjar svo mikið þannig að þú veist ég hef ekkert, það tréfillinn og jakkinn og hárið allt í þannig ég hef ekkert einu sinni til þess að þurrka frá. Varst þú með hendur í vösum líka? Það sést skýrt á þessum myndbandir. Já, ég meina þegar þeir rífa mig til hliðar þá stend ég í raun og veru bara þannig og er með hendur í vösum og er í raun og veru engin ógn, bara er engin ógn og þeir hefðu náttúrulega alltaf getað bara beðið mig að færa mig en svo var þetta og já, svo í raun og veru gerist bara svolítið allt svona hratt svolítið eins og ég segi, ég náttúrulega sé ekkert þannig að þegar ég sé ekkert og reyna að standa þá eru þeir að reyna að hrinda mig niður og svo er mér einhvern veginn bara kasta þannig einhvern veginn niður og svo stend ég upp aftur að ég sé ekki neitt alltaf að hvort þau geti fengið eitthvað aðstoð við að losna við þetta því að það var einhvern veginn, ég sá ekkert og það var bont og þá stend ég greinlega hjá lögreglumanni sem að grípur í mig og svo er ég spreyja aftur í framhaldi og þá er ég rifin og þá held ég að mér sé mitt kastað hana niður í götuna og svo bara haldaði mig niðri og er einhvern veginn að ýta mig niður og já, þang til fólk kemur og reynir eitthvað að taka þetta í sundur en eins og ég sá ekki neitt þannig að ég vissi í raun og veru einhvern veginn ekkert hvað var í gangi Lukkulegt að þetta næst allt á myndband. Lögreglan og hennar athæfi er myndað frá upphafi til enda. Það er mjög áhugaverð mynd af þér, Kursæ, þar sem að lögreglumari stendur í svona 1,5 metra fjarlægð frá þér og verið bara tæma úr heilum piparúðabrúsa í andlitið þér. Já, ég frétti að því að þetta var alveg við það að fara að renna út. Þannig að hann þurfti að klára þetta. Þannig að þetta var alveg það. Nei, ég skil ekki. Og þú stendur bara með fánan? Ég stend með fána og ég mun standa áfram með fána. Og það var eiginlega bara það sem gaf mér styrk. Ég skildi ekki alveg hvað gerðist. Lögreglan var tilbúin með svona aðgerðum alveg frá upphafi. Maður fann það. Lögreglan var ekki eins og vanalega. Þið voru alveg tilbúinir, pirraðir. En svo byrjar þetta bara allt í einu og án þess að fatta þá byrjar þetta og hann sprautar á mig. Hvað varst þú að gera? Ég stóð. Honum stóð ekki ógn á þér? Nei, ekki að neinn. Ekki að neinn. Kannski sér hann ógn í fánunum svo hérna? Hann sér ógn eitthvað, fáninn eða fólki eða pirringin eða eitthvað merki frá eitthvað efri. Útlitið á þér? Útlitið, skeggið. Kofíi, það er margt í þessu, það er mjög margt í þessu, en það skiptir eiginlega engu máli hvað var það, en þetta snýst ekki um okkur, snýst ekki um mig, snýst ekki um piparúða, snýst ekki um lögregluna, það sem, leit mig standa áfram og gaf mig styrk, myndirnar sem ég sá leið og
píparúða í andlit á mér, þú veist, ég sá bara Gaza, ég sá bara börnin, þú veist, og þá stóð ég áfram og það var eina sem gaf mér styrk í fyrsta gusu og svo þegar ég stóð áfram og ég sá ennþá meira reiði í þá, þú veist, það hefði þú veist, mátti halda að ég hef gert honum eitthvað, þú veist, hann var reiðari og reiðari, þú veist, hann sprautaði og ég stóð áfram og hann var meira reiður. Ég sá mig að sigra. Þú veist, ég sá, þú veist, Gaza sigra í gegnum þetta litla atrið. Og það var það sem ég held mig standandi. Ég ekki ónæmur píparúða. En því meira sem ofbeldið því næri sigurinn. Ójá, við siguruðum hann daginn. Við erum ekki á móti lögreglan. Við veitum alveg, þú veist, löggan ekki seinustar. Það ég vonaði ekki allavega. Og allavega flestir. Og ég hef ekkit á móti þeim ennþá. En þetta var óskiljanlegt. Og það þarf að skoða þetta. Lukka, ert þú ekki á einhverjum myndböndum í svona, hvað heitir þetta? Drapplitum ryggfrakka? Jú. Hvað hvernig leit þetta út frá þínum meðan þú sást? Já, það þarna gasið ekki byrjað. Bíllinn nýkominn framhjá og það verið að draga fólk í burtu. Og ég sé einn vin minn sem var hluti af þeim sem voru líkjandi í jörðinni. Hann á grúfu og það lögreglumaður klofvega yfir honum að reyna að reisa hann upp að mér sýnist og það stendur lögreglumaður hann yfir þeim með brúsa og mér finnst ég skynja mér finnst þetta eitthvað óþægilegt, mér líður eins og hann sé að fara að sprauta framan í hann eða eitthvað svoleiðis. Ég bara ósjálfra viðbrögð færi með hann nær til þess að þú veist einhvern veginn vera meira návist kannski myndi en ekki gera það eða eitthvað svoleiðis. Og lögreglumaðurinn sem heldur á brúsanum mjög stór og armlangur og ég þarf ekki að koma neitt sérstaklega nálægt honum til þess að hann geti bara reynt mér aftur á bak og ég fell aftur á bak og svo þegar ég reyni að standa upp eða svona við að gera það, komin svona hálfa leið, þá sé ég hvað hann að fara að gera, þannig ég rétt svona í að gera svona skýla mér, að reyna að skýla mér og já, ég bara held á trommukjöðu með trommu og svona einhvern veginn í hálf standandi þegar ég fæ yfir mig gusu, góða gusu og þá einhvern veginn bara all hell breaks loose eftir það. Hvað meinar með því? Þá færi sig, ég sé ekki neitt fattari eftir það, nú ég bara að lýsa því sem ég sé á vídeóum og því sem ég heyri frá fólkinni kringum mig en þá koma þau að fleiri með myndavélar til þess að koma nær og mynda og það koma 3 eða 4 sem að leiða mig út af þessu svæði. Á götunni? Já, á götunni, bara til hliðar og svo er ég bara þar sem að eftir ábyrgðina að fá mjólk í augun. Ég kannski teki við það því að ég þarna til hliðar við Lukku og lendi ekki jafn illa í því strax en ég hafði sem sagt verið þarna fyrir neðan Skuggasundi og sé þá þegar að mótmælendur leggjast niður og lögregla byrjar að aðhafast í því og þá stekki upp einfaldlega á efri hluta mótmælana með það í huga að ná vídeóm sem eitthvað sem ég geri reglulega þegar mótmæli fara fram Upp á Lundagötu? Já, eitthvað sem maður bara svona farin að gera ósjálfrátt þegar lögregla svona að hnykla vöðvana sko. Já, ég sé Lukku fara þarna niður, ég sé hana meisa það og í framhaldi af þeirri gusu einhvern veginn þá tekur þessi sami lögregluþjónn og meisa Lukku bara eiginlega svona hring á alla þá standa nálægt og þarna ég með síman á loftið og það er það sem ég að gera
sem að greinlega fer í hann. Ég veit ekki betur en að Pétur sé í sömu erindagjörðum hann mjög nálægt mér með síman á lofti. Það er það sem við erum að gera, við erum að taka upp myndbönd. Þannig ég sé ekki alveg hvað við erum að gera til að ógna þeim. Og þetta heldur svo bara áfram, eftir þessa atburðarás sem Lukka er búin að lýsa. Þeir halda bara áfram, fólk er að bakka og eins og í mínu tilfelli þá geng ég í burtu frá þeim. Það eru skipan endan frá þeim. Þannig að ég færi mig tilbaka á götunni og meðan ég er á leiðinni af götunni þá sný ég mig við og ég er með vídeo af þessu sem ég tók upp. Þá sný ég mig við til að reyna að átta með þess á aðstæðum og þá er bara þessi sami lögregluþjónn og hrinti Lukku mættu með brúsan bara beint í andlitið á mér og þannig er ég að fylgja fyrirmælum. Ég er að fylgja fyrirmælum lögreglu að bakka og ég sé ekki hvað tilgang þeir hafi í að ganga svona að mér persónulega þó aðrir hafi eflaust lent verri í því að ég er að fylgja þeirra fyrirmælum. Þannig að af hverju í fjandanum ertu að elta mig þegar ég sný baki í þig og þannig eru lögreglumenn með grímur fyrir vídeónum hótandi manni Grímur þá með því að til þess að þið þekkið þau ekki bara hilja andliti ekki gasgrímur en eins og nei, bara þeir eru bara hilja andliti bara buff eða lambúrsetta eða hvað sem þetta kallast Ég kannski fæ að skjóta hérna að bara smá skilaboðum til lögreglunar að þú getur miðlað þeim áfram að maðurinn sem umræðir heitir Guðmundur Hjörvar Jónsson þessi lögreglumaður já, hver er myndavélin? Við getum bara skotið inn myndaði að já, ok, hendur minn mynd að þessu þeir reyna að fela andliti sín við erum að mynda þetta allt saman við erum tæknivættari heldur en lögreglan sjálf og við erum að fara að staðsetja nákvæmlega hvar brot eiga sér stað og hverjir brjóta af sér við erum með ykkur alla þannig að þó svo að þessar skipanir komi ofar frá og þar verður fólk svo sannarlega krafið til ábyrgðar líka en þá erum við að horfa á lögregluna og við fylgjumst með henni við erum að berjast fyrir frjálsri Palestínu og almennum mannréttindum það er það sem við erum að gera réttur til að mótmæla hér hvar varst þú staddur Pétur í þessu? Férst þú framan í þig? Já, ég er úðaður ég næ myndband af því bara vel að ég var einmitt við það þegar lögreglan fer að krjúpa ofan á mótmælendur og það er nú svona í nútíma sögu frekar óhugulegt þegar lögreglumenn eru með hnýjan nálagt andliti á fólki, sérstaklega minnihlutahópum þannig að ég fer strax til hreyfingar og reyna að taka það upp ég held mér úr, þetta sést alltaf á myndbandi líka, ég held mér úr vegi lögreglunar, ég leyfi henn að starfa óhindrað, mér er samt hrint til ég held áfram að taka þetta upp og þetta er á sama tíma og þú ert gasaður þarna þannig að ég feldi fyrir fram að þig rétt áður en þú ert gasaður ég er að taka þetta upp og ég spyr lögreglumannin hvort það sé að reyna að ógna mér hvort að það sé hans áætlun og hann tekur brúsan af vinnu sínum og meisa mig í andlitið Fyrir að spurta þessu? Ég veit ekki fyrir hvað, ég held að þeir séu nú allir bara hafi verið í bóksi og fengið einhverja heilaskemmd og séu bara að fylgja framælum og eigi auðvelt með að vera aggressórar. Ég held að komi náttúrulega til þeirra eins og margra annara sem að hafa gaman að því að níðast, það er bara mannlegt trait. Og aftur, hann segir hann grípur brúsan af vini sínum samverkamanni, það er líka eitthvað sem við eigum á vídeo, við eigum þetta allt frá mörgum sjónarhóttnum og líka bara hvernig þeir eru að beita sér í framhaldinu eins og ég var að tala áðan ég sný mig við, það er brúsi í andlitið á mér en það er ekki sá aðili sem að meisa mig í augun það er lögreglumaður sem að stendur ég sé ekki gæjan sem að meisa mig af því ég er með annan brúsi í andlitinu á mér og einu sem ég er að gera er að biðja um að nota orðin sín og ræða við fólk skilurðu, í staðan fyrir að mæta bara á það og ég held að við séum flest meisuð án þess að við séum vöru við að það sé á leiðinni þannig að maður velti líka fyrir sig bara verklagi og annað þegar ég þekki það bara sjálfur að þegar löggjafinn þarf að beita óhóflegu valdi eða valdbeitingu sem slíkri þá eru bara mjög skýr verklög í kringum hvernig það er framkvæmt og ég veit það bara sjálfur að þú þarft að geta rökstutt hverja einustu hreyfingu allt sem að gerist í framhaldinu þegar að valdbeitingu er beitt það er bara þannig er regluverkið Bergþóra, hvað varst þú? Sko, já, ég var fyrir neðan með Kristu og sko það trufla mig ótrúlega mikið að sjá mitt viðbrögð lögreglu eftir þetta af því að þeir segja að þeir hafi verið þakklátir að hafa ekki þurft að nota kylfur
sem er bara tekin upp. Það er tekin upp Gylfa, það er á myndbandi líka, Já. þannig að fólk er ekki að tala um það. Þannig að þeir hefðu vald til þess, þú veist, þeir hefðu leyfi til þess að beita kylfum. Eins og þið hafi verið að gera árás á þá. Eins og við hefum verið að gera árás á þá og þetta hafi verið rosalega mikið af fólki, þeir hafa ekki ráðið aðstæður, þeir hafa þurft að koma ráðherrum þarna út og þeir hafa bara neyðst til að beita þessu úrþrifaráði. Þegar að sannleikurinn er bara allt annar. Fyrir að fyrsta að þá var búið að ákveða að ráðherrarnir færu út bakdyramegin, þar sem voru engir mótmælendur eða kannski 1 eða 2 og þar sem er bílastæði. Og síðustu stundur hætt við það, og við höfum þetta bara eftir staðfestum heimildum, og síðustu stundur hætt við það ákveða að keyra ráðherrar, tómi bílferðarnir í gegn og svo er ráðherrarnir að fara í gegnum hópinn. Þannig er hópurinn orðið mjög lítill. Ég segi við Sölku sem er eitt skipuleggjanda bara rétt áður en þetta gerist bara já, hvað ætlaði að vera lengi viðbót ég múið svona, já, kannski 10 mínútur ef það ekki komin út fyrir 10 og þá bara fyrir var alltaf dróðum mjög fáir eftir og það sést líka á vídeóm, við erum að fá ræður sem erum að eftir mjög friðsamleg mótmæli og svipuðu hafa verið eiginlega við fyrir utan ríkisstjórnarfundi í marga mánuði bara alveg eins og það fyllt af fólki með börn, það er kona fyrir aftan mig með lítið barn, 6 mánaða kannski í vagni, þú veist þegar þetta er að gerast og líka á myndbandi það er líka á myndbandi, já hún er lamin í sama myndbandi og barnið sest í vagninum já Þarna er einnig eldra fólk á pallinum fyrir neðan, eða svæðinu fyrir neðan eldra fólk vagnin fékk vist allt yfir sig rosa mikið magn pælið í þessu hún forðaði sér bara rétt áður en þau byrja að meisa þannig að það sést líka bara hversu ofbeldisfull við vorum eða hversu skýrt þetta var að þetta var að fara að gerast og við Krista við stöndum þarna ég stönd með fána bara og er í einhverjum svona svörtu jakka stönd með fána og þá er eitthvað byrjar að íta Krista og svo byrjar allt í að meisa og ég hendi mig niður eftir að fengja á mig smá til að fá ekki meira bara leggst niður einhvern veginn og þá snýr eitt sér við og meisa mig beint í andlið þar sem ég ligg á götunni svo er ég dregin af götunni það er enginn sem að spyr mig af þessum óeinkennisklædda lögreglumanni, hann spyr mig ekki sem að það hefur verið mjög eðlilegt af því það var enginn hasar, skilur, það var ekkert eitthvað við erum að koma þessum sjúkrabíl út eða það var ekkert að gerast, hann hefði ekkert að spurt mig mætti ég aðstöðu á fætur skilur, af því að lögreglan er þarna til að vernda mig líka í staðan dregur hann mig upp á stétt mjög harkalega og og þá stend ég aftur á fætur og er svolítið eins og Kúsa lýsir öll logandinn, ég ætla ekki að ég bara stend ég má standa ég er ekki eins og fyrir þeim, ég er upp á bílastæði þegar þetta er og þá kemur varðstjórinn sjálfur eiginlega aftan að mér og meisa mig 3. sinn í andlitið þar sem ég stend í bílastæði á meðan að ráðherrabíllinn er að keyra framhjá og þess vegna finnst mér þegar þeir lýsa því að þeir hafi neyðst til að grípa til þessara úrþrifaráða þá finnst mér að því ég var líka viðstödd þannig ég kannski þetta er ekki, það var svona búið að vera svona pop my cherry eða þannig, í búsáhaldabyltinguna og þá var náttúrulega verið að pípaspraya og það var táragas og það var rosalegt áfall upplýði ég þá líka, það svona ofbeldi gegn almennum borgurum en það sem var öðruvísi var að það voru 100 ef ekki 1000 manns og mikill fjöldar örglumannum þarna vorum við örfá og við vorum í alvörinu bara eitthvað standandi að taka eitthvað upp þið vitið og þessu mikla ofbeldi er beitt þegar við erum friðsalir mótmælendur og mótmæli eru friðsal jafnvel þó að fólk sé að trufla það skiptir ekki máli við eigum rétt á því að vera ekki beitt ofbeldi Já og í rauninni eins og með þetta atriði byrjar að þá eru mótmælendur að reyna að tefja með því að leggjast niður á götuna og ég meina það hefur ekki gerst áður í þessum ríkisstjórnarmótmælum Nei, það hefur ekki gerst en ég vil hins vegar bara benda á það að leggjast í jörðina það er ekki að beita neitt ofbeldi Nei, og við þekkjum það frá öðrum mótmælum að þetta er þess mjög fræg mynd sem að lögreglan er að bera Ómar Ragnarsson af ykkur staðar út í raunin út á Altanesi þeir voru bara heppnir að þurfa ekki að beita kylfur á hann þeir voru heppnir að þurfa ekki að beita kylfum á hann hann var ekki úðað með piparúða eða þeir bara bára hann í burtu Nei, dregin á fætinum En mér langar kannski að fá að varpa smá ljósi á það líka út allan heim. Seinustu daga höfum við séð lögreglu vera að beita gífurlegu ofbeldi. Munurinn hérna á til dæmis í Berlín og Frakklandi er að eins og þú segir, við erum örfáar hræður eftir í lokum mótmælana. Þannig að lögreglan getur ekki falið sig eins og hún getur erlendis bak við
fjölda í múgi eða múgæsing. Þetta það fáir og það vel dokumenterað að það engin staður fyrir lögregluna að segja, heyrðu, nei, þetta voru nú full gróf mótmæli. Og Íslendingar verða að átta sig á því að þetta sérstaða. Við getum tekið rosalega sterka stöðu gegn mjög augljósu ofbeldi lögreglunar. Þannig að ég upplifi það sem ábyrgð okkar allra, sama hvar við erum á pólitísku sviði, að nýta þetta myndefni, skoða það sjálf og opinbera lögregluna fyrir skipulagða glæpi gegn íslensku lýðræði. Og það ekkert flóknara heldur en þetta. Þetta ekki pólitísk skoðun. Ef við trúum á lýðræði þá hljótum við að sjá þennan fasisma. Ætlum við að nota þetta tækifæri og virkilega leggja eitthvað til marks í þessari baráttu fyrir mannréttindum á heimsvísu eða ekki. Og það bara einföld spurning. Því að núna eru öll sönnunargögnin í borðinu. Við vitum að skipunin kemur að innan. Þetta ekki lögreglunýðingar að missa stjórn á sér í vinnunni. Þetta skipulögð árás gegn lýðræði. Hvernig veistu það? Út af það kemur maður, óeinkennisklæddur lögreglumaður út úr húsinu og gefur skipun með hendinni að nú skuli beita piparúða og síðan sjáum við lögreglumennina fara frá hliðunum að þessum 5 mótmælendur sem liggja vopnaðir trommum, sjáðu þið til, með piparúðan á lofti og þeir byrja strax að miða piparúða. Þannig að aðgerðirnar voru aldrei til þess að reyna að deeskalata eða reyna að finna eitthvað meðalhóf í framkvæmdin, hún til þess ætluð að beita ofbeldi og ég held persónulega, þó að þetta sé bara kenning, að þetta hafi verið nokkurs konar PR-stönd. Það eru hagsmunaraðilar sem að græða á því að mótmæli séu kaotísk. Lögreglan græðir á því að almenningur upplifi óöryggi og að það séu óerðir. Og ógnir sig frá ykkur. Já, akkurat. Og ég held að hafi átt að mála okkur upp sem einhverja nýðinga og gerendur og það gengur ekki. Og við erum, ólíkt öðrum þjóðum, í þessari sérstöðu að við getum gjörsamlega opinberað þetta. Já, og ég vil líka bara taka fram í framhaldinu að í þessum árásum, það ekki að kalla þetta neitt annað heldur en bara árásum á mótmælendur, þá eru bæði á Lindagutunni og svo fyrir neðan Skuggasundi að þetta eru sömu gerendur. Þeir byrja uppi og vaða svo rösklega niður og byrja að sprauta fólk sem stendur þar. Til að sinna skipun að spreyja á ykkur. Já. Og það sé ekki þannig að séu einhverjir einstaka lögreglumenn sem að upplifi sig einhvern veginn aðþrengda í erfiðri stöðu sem að grípa til þess að spreyja sig frjálsa. Það ekkert svoleiðis sem að vera. Nei, þeir byrjaðan uppi að ráðast á fólki þar, þannig að fólk bara sér ekki neitt og ganga svo niður götuna, niður Skuggasundi og halda áfram. Þetta eru bara ákvarðinir sem eru teknar á þess að gefa nokkra skipun að þau eiga að færa sig á neitt. Eða viðvaranir. Þú heyrðir enga varnaðarorð að ætta að spreyja þig, þú heyrðir það ekki og þú heyrðir það ekki og þú heyrðir það ekki. Síðan þetta ekki spurning sjónavotta, þetta alltaf vídeo. Allt saman á vídeo. Ekkert ykkar heyrði það að væri sagt hérna. Sko, ég veit að Arnar sagði á einum tímapunkti, hann muldraði svona, ég sagði bara upptöku. Ég var samt viðstödd en ég heyrði það ekki. Var ekki það Arnar lögreglumaður? Já, varðstjóri. Varðstjóri, já. Hann muldrar svona og það svona lúður við hliðina á honum þannig að það heyrist ekkert sko. Og þá segir hann sko eitthvað svona lögregla beiti piparspray og svo bara byrja hann piparspray og það var ekki eitthvað bakki, við erum að beita piparspray, bakki, við erum að beita, þú veist, eins og ég man eftir í til dæmis búsaldabildingunni. Það var bara beitum piparspray og svo bara strax byrjaði piparspray. Já, og svo held ég að það ekki bara tilkynna piparspray af hverju að vera með það sko, ég stóð þarna og það var ekkert að gerast, bíllinn var komin inn og það var ekki að hindra eitt eða neitt. Segjum svo að ráðherrarnir eru fastir inni með að alveg vera fastir þessi samsig í 50 tíma, ekki bara í 5 mínútur í viðbót, þeir með að alveg vera fastir inni og það ekkert sem réttlætir þess. Nei. Að vera að beita svona óbeldi. Það ekki, það var ekkert ógn, það var ekki, bíllinn var komin inn, þau gátu farið annars stað frá, þau eru bara hérna inni öruggir að ræða hversu miklu meira ætlum við að vera samsig og þau með alveg dúsa inn í 10 tíma. Það ekki, það réttlætir ekki. Líka lögreglan og það varðstjórinn, hann Arnar, sem hann þarf að rannsaka, heitir það Arnar eða ekki? Ég held að já. Allavega varðstjórinn sem að fyrir viðtala eftir árásina, það sést á vídeói að þegar það búið að vera að meisa fólk í andlitið og mótmælendur liggja í jörðinni, þá tekur hann upp kylfuna og hann að leita af færi og ástæðu til að nota hana. Lögreglan, hún ætlaði að beita kylfum. Þess vegna hann leiður í viðtalunum að það hafi ekki farið svo að þeir gátu, því að við erum friðsami mótmælendur. Þetta eru friðsöm mótmæli. Þetta eru passifísk friðsöm mótmæli og verða það alltaf.
fattar en hann tekur samt upp kylfuna því að það eru hugmyndir það hvernig hlutir eiga að fara, fattar fólk gefur upp mikið ásetning sinn með því að sína sína hegðun og hún skráð og hún verður analyserið ekki bara af okkur, heldur að fólki hundruðum ára fram í tíma, þetta sagan að skrifast á Íslandi núna og hún dokumenteruð og við stöndum saman sem þjóð, ég finn það í pottinum í gær, Íslandingar, sama hvort þeir séu með Arnari eða Höllu eða hvar þeir eru, þeir standa saman gegn svona kúgun, það bara staðan. En það sko líka, ég veit að búið að senda inn einhverja fyrirspurn kvörtun yfir því að þeir virðast hafa falið númerið sín og neita að gefa þau upp sem að út af fyrir sig brot. Það ekki fyrsta skipti. Nei. En það alltaf að við erum með nöfnin á þeim, bara minna lögregluna á það að við erum að fylgjast með ykkur og við ekki einn og við erum ekki vitleysingar. En það verða mótmæli við næsta ríkisstjórnarfund? Já, því að ríkisstjórnin ennþá samsek. Þau eru búin að vera að skoða málið í 8 mánuði að meðan það verið að tortíma saklausum borgurum í Palestínu. Nú eru 5 dagar í að þau fari í 2 mánaða sumarfrí á fullum launum. Sem náttúrulega galið að fólki sem siglir þjóðarskútunni getið leyft sér það. Já. En ekki hægt við að það verði reistar upp ykkur grindverk langt í burtu? Þannig var það þú nefndir búsáldabyltinguna og þeir munið eftir þessu að 17. júní hátíðahöldin einhvern tímann þá var búið að gera það eiginlega Austurvöll þannig að fólk staðið upp við Hótel Borg held ég og hort á. Það var mjög langt í burtu sko. Og það hefur líka verið svona við ráðherrabústaðinn og það svolítið tilneying að því að það verður bara reist grindverk. Við erum vön grindverkum, þau hafa alltaf verið mjög langt í burtu finnst mér og já, við bara getum alveg unni með það En það kalla fólk bara herra En ég maður lýðræðis og ég maður nýsköpunar og það að lögreglan opinbera sig og ef hún gerir þetta þá heldur hún áfram að opinbera sig ef hún ræðist á okkur þá heldur hún áfram að opinbera sig við fögnum því að lögreglan opinbera sig ég vildi að það væri ekkert til að opinbera en það bara ekki staðan ég vil ekki að ég sé að eyða minni orku endalaust í einhverja svona basic kröfur mannréttindi og fá síðan piparúða í andlitið ég væri til að fá að vera að gera eitthvað allt annað heldur en þetta og ég trúi á samfélagi þar sem ég get kosið, þar sem ég með stjórnarskrá sem smíðuð fyrir fólkið. Við gerum það öll. Það verið að gaslýsa okkur, viðtala eftir viðtali, verið að forgangsraða það sem að gerendur eru teknir í eitthvað svona drottningaviðtal strax eftir árás. Einu aðilar sem heyri okkur einhverjir ungir útvarpsgerðarmenn hjá RÚV og síðan núna þú til þess að reyna að fá raunverulega mynd á söguna, þrátt fyrir það að samfélagsmiðla logi. Ég heyrði eitthvað í fréttunum svona þennan dag, þá heyrði ég þess viðtalið við Sölku og ég heyrði einhverja raddir mótmælenda í fréttunum yfir daginn, en finnst ykkur það var svo bara horfið og það sé eiginlega frásögn lögreglunnar sem að lifir? Já, ég meina við sendum strax þessar upplýsingar að það væri baktir og það væri hægt að fara í gegnum annað sund, þannig að þessi fullering sem að strax að það hefði orðið, segjum svo að það sé algjör panik og ráðherra bara í logandi hvelli verða að komast þarna í burtu á einhverjum ástæðum á réttum tíma, þetta voru einhverja 5 mínútur sem var búið að tefja þá þegar það var byrjað að spreyja saklaust fólk í andlitið með efnavopni en já að þeir þurft aldrei að fara þarna í gegn og af hverju ákvæður að fara þarna í gegn en fjölmiðlar veitir þessu enga athygli. Nei. Við skulum reyna að fjalla frekar mynda við rauðaborðið en ég veit að þeir eru upptekinn og þakka ykkur fyrir í bili Gúsæ, Krista Daniel, Lukka, Pétur og Bergþóra. Kærar þakkir. Takk fyrir. Takk. Við setjum áfram og höldum áfram að reyna að skilja samfélagið sem að breytast hratt. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þarftu að tala borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.